Komið sæl. Hvað háskóli án nemenda? Já, það góð spurning og við ætlum að ræða hana hér, 3. Það eru 2 háskólanemar mættir hér í stúdíó og það eru þau Thelma Eiðsdóttir og Almar Ögmundsson. Verið velkomin. Takk. Já. Hvernig það hlutskipti að vera nemandi? Kannski hef ekkert mikið annað að vera saman við, ég held ég hafi alltaf verið nemandi. En það bara, já, ég veit það ekki. Skemmtilegt, krefjandi. Bara lúxus að vera nemandi? Já. Það mjög fínt. Já. En það verður alveg spennandi að fara út á vinnumarkaðinn líka og halda svona áfram að nýta það sem maður læriði í vinnuna. Þið eru bæði Akureyringar. Af hverju völduð þið að vera hér í stað þess að fara kannski til Reykjavíkur? Ég skoða þetta mikið og ég í sálfræði í háskólanum hér og það hægt að læra það líka bara í Háskóla Íslands og Háskóla Reykjavík og ég skoða þetta mikið og ég ætlaði alveg að fara suður fyrst og ég hafði að hugsa það og það var mér fannst einhvern veginn, já, vera dálítið mikið bara svona hafa allir að fara suður eða gera eitthvað, fara eitthvað. En svo skoðaði ég bara námið og það var bara mjög svipað á öllum stöðum og það sem heillaði mig bara við Háskólann Akureyri var hvað hann var persónulegur og allir að segja við mig hvað hann væri ótrúlega persónulegur. Og ég var í Emma og það svona bekkjaskipting og það frekar að mér fannst mjög persónulegt og þekktust allir vel. Þannig að ég fílaði mig vel þar sko, og Háskólann Akureyri var það ekkert. En núna ertu sem sagt að fljúga heiman? Já, ég að hugsa. Ég allavega búin að sækja bæði í Reykjavík og í Danmörku, þannig að það kemur í ljós. Og þá í hverju? Í klínískri sálfræði. En þú? Já, þetta var svona svipað á mér sko, flestir félagarnir mínir fóru suður í skóla líka og það kom alveg tímabil þar sem hann langaði að elta þá alla. Svona strákar sem var búin að vera með lengi og allt það. En svo einhvern veginn var hugmyndin bara að vera heima á Akureyri miklu betri heldur en að fara suður og maður kynnist nýju fólki hérna og... Ég var einmitt, já, þegar ég byrjaði í háskólanum hér, þá hugsaði með mér að ég gæti ekkert kynnst einhverjum nýjum og þetta væri á Akureyri og maður þekkti alla á Akureyri. Svo bara fyrsta daginn mitt í skólanum, ég bara þekkti 2 eða eitthvað og kynntist fullt af nýju fólki. Og þá það fólk alls staðar að, eða? Algjörlega. En hvað finnst fjölskyldunum að sitja uppi með eitthvað svona lengi? Alveg komið nóg að mér þetta. Nei, það náttúrulega annar lúxus að geta búið heima á meðan maður í skóla og minnka námslánin eða sleppt þeim. Það stór kostur ef maður hefur tök að því, sko. Já, ég var búinn að hugsa það líka að mér langar að fara eitthvað erlendis í framhaldsnám og það getur náttúrulega kostað sinn pening, sko, bara námslánin og að búa og allt það. Þannig að geta sleppt við svolítið stóran kostnað í grunnnáminu, mér leit mjög vel á það, sko. Þannig að þið hafið þá ekki tekið neinn námslán til þessa eða? Tekið eitthvað smá, en svolítið ég líka að vinna með, þannig að hún að gera það. Hafið þið alltaf vita hvað þið ætluð að verða þegar þið voruð stór? Nei. Alls ekki. Ég er ennþá að ákveða mig. Já, pínu. Ég byrjaði á matvælabraut þegar ég fór í VFMA og svo pröfaði það í nokkur ár og svo stuttu eftir þá svona fattaði ég að það var kannski ekki það sem maður vildi en ég hafði alltaf... Ætlaðir semst að verða kokkur? Já, ég ætlaði að verða kokkur og vann við eldamennsku í einhver 3 ára eða eitthvað, alltaf með skóla og sumrin og svona. Og mér fannst samt alltaf svona reksturinn á fyrirtækjunum eða veitingastöðunum miklu meira spennandi heldur en eldamennskan sjálf, sko. Og eftir það ákvað ég að svolítið að fara í viðskiptafræði. Og heldurðu kannski að ég réttir að reka veitingastað í framtíðinni? Nei, ég held að ég ekki að gera það eins og það. Hvað langar þið til að gera núna? Núna, ég svona ennþá að reyna að finna út úr því mitt sjálfur. En ég hef mjög mikinn áhuga á fjármálunum og svona, sko. Og fjármálastofnunum og svona og það kannski það sem maður stefnir á í framtíðinni eitthvað en eins og Thelma, ég ekki alveg viss hvað maður langar að vera þegar ég er stór, sko. Ég er alltaf að breyta. Já. En það er ekkert orðinn stór þannig að þetta er alltaf leið. En þegar ég var að fara í háskólana þá var ekkert margt sem maður gat valið en núna alveg hreint óteljandi leiðir sem getur farið.
hvaða hjálp fenguð þið við það að velja eða er þetta bara eitthvað sem að gerist? Sko, rosalega litla í rauninni. Ég var eiginlega alltaf frekar ákveðin í að fara í sálfræði. Það var bara, var búin að ákveðin í því síðan ég man eftir því. Já, ég fór að hugsa út í þetta. En mér finnst alveg, mætti vera, ég veit ekki, ég samt vissi ekki einu svona hvað í rauninni væri mikið í boði fyrir en ég fór í skólan og fór að sjá það sjálf, sko. Þannig að það mætti alveg vera, ég veit ekki, það alveg. Já, ég ætlaði ekki kannski spilast eitthvað inn hvað mamma og pappi gera líka og svona, sko. Pappi viðskiptafræðingur og... Hann þvingað inn í þetta. Já, kannski. Óbeint, svona. Undirmeðvitundin. Já, undirmeðvitundin, sko. En þín fjölskylda, var hún eitthvað að skipta sér að þessu? Nei, bara gera það sem ég vil, held ég. En hvað er það í sálfræði? Þú segist alltaf að hafa alltaf að fara í sálfræði. Hvað er það í raun og veru þar sem heillar þig? Ég veit ekki. Mér finnst bara ótrúlega gaman að pæla mikið í því af hverju fólk gerir hluti eins og það gera það og bara alltaf bak við þetta. Og eftir að ég byrjaði í sálfræðinni þá bara opnaði það líka miklu meira á, þú veist, sálfræði oft svo mikið í samfélaginu heldur fólk ofta að sálfræði sé bara eitthvað eina sem ég sé að fara að gera að fara að sitja í stól og kinga kolli þegar einhver talar vandamálin sín, skiljið sem að ekkert svoleiðis, þetta er svo miklu meira og þetta er bara, ég er líffræði og læri heilan og alls konar, þannig að þetta er miklu breiðara heldur en sálfræði, svona típisk bíómyndasálfræði er. Nú ert þú að útskrifast en þú ekki, hvað ætlar þú að gera núna í haust? Ég fer í skiptinám núna næsta haust. Ég og félagið mig förum saman til Bandaríkjanna, Portland í Maine og verðum þar fram að jólum. Það verður svolítið spennandi að geta pröfað eitthvað nýtt líka. Er mikið framboð af því, svona skiptinámi? Það er að aukast allavega, sko. Það hefur alltaf verið, held ég, slatta. En núna eftir að það kom ný námskrá hjá viðskiptadeildinni með auknu vali, að það auðveldar manni svolítið að fara í skiptum. Þegar þú getur tekið valið úti og allt svoleiðis, sko. Ég heyrði einhvers staðar að það væri erfiðara að fá íslenska nemendur til að fara út heldur en að fá erlenda til þess að koma hingað. Hver er eitthvað skýring á því? Ég veit ekki, ég hef heyrt þetta, sko. Já. En ég held að ég get ekki svarað. Ég fór í skiptinám líka í framhaldsskóla og svona eitthvað, þannig að ég... Já, ég skoðaði reyndar að fara á öðru ári í skiptinám, en það var einmitt smá vesen það að við erum ekkert það mikið að vali, þannig að þú veist, ég hefði þurft að lengja skólanum einu önn til þess að fara út. Til þess að geta nýtt það? Já. Ég var eiginlega ekki tilbúin í að gera það, þannig að ég ákvað frekar að klára og fara þá frekar út í master. Já. Ef við skoðum nú þennan skóla hér á Akureyri, Háskólann á Akureyri, hvernig finnst ykkur hann vera skrúaður saman? Nú er þetta svona sveigilegt nám á öllum sviðum og fólk að koma og fara og finnst ykkur þið hafi fengið þetta svona félagslega út úr þessu kerfi? Nú eru þið hér, þannig að hinir eru að koma og fara og þið eru hér alltaf. Hvernig finnst ykkur þetta ganga upp? Mér finnst það hafa bara bæði kosti og galla, held ég. Mér finnst ótrúlega frábært að geta haft svona fjarnám og fólk geti verið bara hver sem er og líka sérstaklega sem þetta er svona sveigjanlegt, þetta er bara nákvæmlega sama sem við erum að gera á fjarnáminu að gera. Og mér finnst mjög gott einmitt að hafa upptökur, mér finnst frábært að geta, ef ég missa tíma eða eitthvað svoleiðis, að geta hlustað á það í upptöku, því við fáum upptökuna líka alveg eins og fjarnámennir. En mér finnst líka smá vera svona, mér finnst þetta ennþá smá halla á staðarnámið, upp á það að þú veist, það eru kannski erfiðar að fá umræður í tímum og þetta verður stundum, þetta fer eftir kennurum, en það verður stundum svolítið mikið bara svona að þeir eru bara að tala við upptökuna út af því að þau þurfa að segja nákvæmlega sama, þau þurfa að vera nákvæmlega sama fyrir fjarnemur og fyrir okkar. Þannig að þess að við áttum að vera í verklegum tímum í einu, en það var hætt við þá og frekar fengum við bara upptöku að því hvernig við ættum að gera forritið í tölvunni. Það var alveg gott, ég lærði alveg að því, en ég hefði samt persónulega hefði ég frekar viljað mæta í tíma og þú veist. Hvað er svona þessi krítíski massi? Hvað þarf marga nemendur til þess að sé í raun verið hægt að halda uppi, finnst ykkur? Í tímum, já. Ég veit ekki, við hefum alltaf verið frekar fá í sálfræðinni og við hefum kannski mætið bara svona 10-15 í góða tíma, sko.
og ég held að, já, ég myndi segja þetta fyrir rosalega mikið eftir kennurum, finnst mér. Mér finnst svona, þú veist, ef þetta í kringum 10, Það er bara, að þá samt alveg hægt að halda umræðuhópa og svona, sko. En það er náttúrulega erfitt líka, við gerðum þetta í einum tíma hjá mér á fyrsta árinu. Það vorum við alltaf með svona umræðuhópa, settumst bara, hann las eitthvað efni og við ættum að ræða það og skiptum okkur niður í hópa og hérna, svo var maður búinn að ræða þetta mjög mikið og komin að niðurstöðu og lærði helling á því. Þú heyrði náttúrulega mismunandi skoðanir frá öllu fólki og svo kemur í tíman og átt að segja honum náttúrulega niðurstöðunar úr málinu og svona. Og man að mörgum fannst mjög óþægilegt að tala í mikrofóninn og útskýra það. Af því að það er náttúrulega fjarnemunni þurfa að fá að vita líka svo sem skoðanir og svona, sko. Já, við erum náttúrulega komið með svona mikrofónu núna og það auðvitað hjálpar til og ég held að þetta eftir að þróast yfir í að verða einmitt ennþá betra. En það er ennþá svolítið styrt ef það eru umræður og þú þarft að taka mikrofóninn til þess að segja eitthvað í staði fyrir að þú getur bara sagt eitthvað í umræðum. Það verður aðeins styrðara, fólk verður aðeins feimnara við að tala í mikrofóninn þótt að sé ekki fyrir framan neitt nema fjarnámanna og þá skilurðu. En hvaða áhrif hefur þetta á félagslíf? Allan að haldist nokkuð gott hjá okkur, sko. Já, og mér líka bara oft sem að fjarnámar eru að hópa sig saman einmitt í lotur og okkur svoleiðis og koma hingað. Og þá gerum við ofta eitthvað með fjarnámum og svoleiðis, þannig að það er alveg bara... Þannig að þið eruð alveg hluti af heild og... Algjörlega. Kannski meira, sko, hluti af heild á í skólinn sjálfur. Frekar heldur en bara deildin, sko. Eða, þú veist, mér finnst það alveg... Maður kynnist líka einmitt svo mikið á milli deilda, þetta er ekki fast bara eitthvað bara sálfræðinemennir saman eða eitthvað svoleiðis, við bara, það er öll félögin saman og þú veist, það er bara... Hvað er þið gömul? Ég er 23. Verða 24, ég er 23. Og eru þið ein og sér og sko, eða ég er fjölskyldu eða eru þið komið með kærustu og kærasta eða... Nei, ég er bara ein. Ég bý bara heima á mömmu og pappa. Já, nákvæmlega, ég er bara ein og býð með mömmu og pappa og þau náttúrulega passa upp á það að það gerist ekki neitt. Já, svona reyna að þeir eru heima. Við erum að reyna frekar að koma mér út svo ég fari eitthvað. Já. En nú eru margir í allt annar aðstöð heldur en þið eru komið með fjölskyldur og börn og hvernig finnst ykkur, nú hafið þið valið þetta, þið eruð ein og heima hjá pappa og mömmu og hvernig, hvaða augum lítið þið það að reyna að gera þetta allt í einu? Bara, mér bara mjög aðdáunarvert. Já. Já, bara einmitt systir sem er á 2 börn og er að klára hjúkrunarfræðina núna og búin að standa sig útrúlega vel og þetta er bara magnað að sjá þetta. Þetta er alveg hægt og þetta er gerlegt. En er þetta æskilegt? Já, ég meina, þú veist, það er bara... Það er bara smá skipulagning. Já, algjörlega, það fer bara þína leiðir, skiljið. Það er bara... Mér finnst ekkert sem að segja þú eigir fyrst að fara í skóla og svo eignast börn eða fyrst að eignast börn og fara svo í skóla. Maður bara gerir þetta eftir hendinni, sko. Mér finnst að það er oft verið svona fast einhvern veginn að maður eigi bara að klára skóla, svo eignast börn, svo eignast hús, þetta, allt í röð. En þú veist, þetta er ekki svona og maður má bara, þú veist. Það er náttúrulega góða líka við sveigjanlega námið, sko. Þú getur aðeins brotið þetta upp. Þú þarft ekki að taka þetta allt í einu ef það er fjölskylda og svona líka. Geta hlusta á þetta heima og... Já. Getur verið heim með börnin og... Þannig að skapa svona hreyfanleika fyrir... Já, bara alls konar aðstæður. Nú er hérna verið að stytta, eða búið að stytta framhaldsskólann. Hvernig fannst ykkur þið vera undirbúin að fara í háskólanám og hvaða skoðun hafið þið á því að það sé verið að setja þetta niður í 3 ár? Ég tók framhaldsskólan á 3,5 ári. Ja, í raun 4,5 en ég fór þann í skiptinám og fekk eiginlega ekkert metið að því og tók þá sumarskóla og svona með. Mér fannst það svo sem ekkert mál að taka þetta á svona stytt tíma og mér fannst ég bara vera nokkuð vel undirbúinn. En ég náttúrulega var líka á viðskiptabraut í verkmenntaskólanum sem var mjög góður undirbúningur fyrir viðskiptadeildina í háskólanum, sko. Sérstaklega bókfærsla og þessir áfangar, sko. Mér fannst ég allavega kom mjög vel út úr því. Já, ég fannst ég bara góður undirbúningur, ég var í MA og það var bara... Þú varst í 4 ár? Já, ég var 4 ár. En nú eru það 3, hvað? Já. Ég veit ekki, ég er ekki búin að mynda mér alveg fasta skoðun á því, en ég held að verði til góðs, sko. En ég held að ég held það. Það virðist vera svolítið mikið að gera hjá þeim, sko.
litla systir mín núna í menntaskólanum og mér sýnist þau vera í skólanum bara Bara í skólanum? Já, bara 8 til 5 alla daga og það er ekkert mikið annað, sko. En ef þið settið þetta nú kannski inn í 100% það að vera í skóla, og í háskóla líka, hvað finnst ykkur vera, hvernig á hlutfallið að vera milli þess félagslega og fræðilega? Hvað til þess að þetta sé svona eins og það á að vera? Ertu að meina bara, þú veist, hversu miklir... Það er lærdómur náttúrulega að þroskast félagslega. Já. Og hvernig finnst ykkur þetta svona hlutfallið að vera þarna á milli? Mér finnst einmitt, ég veit ekki, mér finnst ég búin að taka þátt í eins og líka öðru eins og kynninganefnd og vera svoleiðis, þú veist, alls konar nefndum utan fræðilega námsins eða þannig og mér finnst það líka alveg, þú veist, þroska mann gríðarlega mikið og mér finnst alveg mögnuð reynsla að fá að taka þátt í einhverju svoleiðis, mæli 100% með því. Það lærast að takast á við eitthvað, nýjar áskoranir og svona, sko. Þannig að maður að læra miklu meira heldur en bara upp á bókinni, sko. Já. Nú sýnir tölfræði það að það er ekkert endilega sjálfgefið að háskólamenntað fólk fá vinnu og fái verðlaunað vinnu. Hversna völdu þið þessa leið? Sko þetta var mér mikið hitamál þegar ég var að fara í háskóla þegar mér fannst svo ótrúlega mikið, maður stæði bara allir segja við allar greinar svona það útskrifast svo margir úr viðskiptafræði, þú fær aldrei vinnu. Það útskrifast svo margir úr sálfræði, þú fær aldrei vinnu. Maður var bara, ok, allt í lagi. Ég fæ sem bara aldrei vinnu. Já, þetta var bara eitthvað svona, já, þessi var nú útskrifast úr viðskiptafræði og hann fór bara að vinna Ólís og maður bara, ok, allt í lagi. Það var bara ótrúlega mikið fannst mér, skipti ekki máli hvað það var. Það var alltaf svona, já, það eru svo margir svona, það eru svo margir svona. En fyrir mér þetta bara þannig að skiptir ekki máli hvað þú ferð í, ef þú hefur áhuga á því og hefur metnaðinn í að gera eitthvað með það sem þú ert með, þá ertu að fara að fá góða vinnu og þá getur þú gert það. Það er bara... Ertu þú sammála henni? Já, ég er eiginlega mjög sammála henni bara. Ég hafði alltaf hugsað mér að fara í háskóla, sko. Ég er rauninni sama hvað það var, að klára námið, sko. Ég man eftir því þegar ég var í skóla þá var einhver strákur sem spurði, heyrðu, getur maður fengið vinnu sem blaðamaður og þá var svarið, ef þú reynir nógu mikið þá færðu vinnu. Þannig að það er kannski bara það sem að skiptir máli, sko. Það skiptir ekki máli í hvað þú ferð að læra, það er ekkert garanti að neitt að þú fái vinnu eða ekki vinnu. Bara, ég held að skiptir mestu máli hvað þú gerir við þetta. Það kannski verið tilbúin að fórna einhverju til að geta fengið vinnuna eða eitthvað svona, sko. Hvernig finnst ykkur þessi kynslóð sem að þið teilir, hvernig myndið lýsa henni? Okkar kynslóð? Já. Frábær. Frábær. Já. Máttu alveg útlista þetta aðeins betur? Já, það er erfitt að bera hana saman við það því að... Þekki ekkert annað? Nei, maður þekkir ekkert mikið annað nema kannski foreldra sína og svona, sko. Stundum hefur maður sagt að þið séu rosa kröfuhörð kynslóð og vilji fá allt upp í hendurnar, er þetta rétt? Já, ég held að það sé að vissi leyti geti verið pínuð þannig, sko. En ætli það fari ekki svona líka alltaf eftir fólki og svona, sko. Já, ég held að það sem mjög En kannski svona heilt yfir þá... Nefndu vilja fá 9 fyrir ekki neitt og svona, þannig að... Jó, það er enda, maður hefur alveg tekið pínu eftir því í skólanum að ef prófið er ekki alveg eins og var árið áður þá er eitthvað mikið að í skólanum, segja sumir, sko. Já, maður er ekkert að hjá nemendum. Nei, það er aldrei neitt að hjá nemendum, sko. Við erum alltaf alveg frábær, sko. Er þetta líka þín reynsla, Thelma? Sko, ég er bara svona, já, eða svona, bara svona sérhópur af fólki sem er alltaf að tuða yfir einhverju svona sama en ég held að, ég veit ekki hvort það sé eitthvað endilega okkar kynslóð, ég held að ég hef alveg tekið eftir þessu frá hjá eldri nemendum líka, sko, rosalega mikið, ekkert bara... Ekki bara okkur, sko. Nei, alls ekki. Hvað setjið þið mikið metnað í námið? Eru þið að fá 9 eða hvað er nóg að fá 7,5 þannig að maður getur komist áfram? Nei, ég ætla hann að reyna að leggja eins mikið metnað í það að geta. Ég hef aldrei fallið og hugsa ekki námið sem að, þú veist, ég er ekki að fara í próf til að ná í rauninni. Ég vil fara í próf til að fá góða einkunn, eða þannig. Ég hef alltaf gert það, sko. Vill taka áfang til að skilja hann, sko. Ekki bara læra gamalt próf eða eitthvað svona. Ég vil geta farið út úr skólanum og hafa lært eitthvað nýtt, sko. Þannig maður reynir að leggja eins mikið metnað í þetta og maður getur, sko. Og finnst ykkur það almennt gilda nemendur í skólanum? Rosalega fjölbreytilegt bara, ég held að sé... Mjög breytilegt. Allur gangur á þessu. Já, algjörlega. En ef þið lítið nú til framtíðar, hvernig nú er
alltaf verið að tala hækkandi íbúðaverð og erfitt að kaupa og allt það. Hvernig sjáu þið framtíðina fyrir ykkur? Bjarta og fagra eða? Já, verður maður ekki alltaf að vera jákvæður allavega? Og reyna. Já, en maður kannski ekki meint spenntur að fara að safna fyrir íbúð eða eitthvað svona núna eins og staðan í dag, sko. Finnst ykkur þetta réttlátt að þetta sé svona? Ég veit ekki. Það er alltaf bara upp og niður sveiflur í þessu öllu. Og við bara hittum akkurat á þeim tíma. Lítið sem við getum gert á. En þið eigið ekkert nema ykkur sjálf? Nei. Við erum ekki, nei. Já, basically. Já. Það er líka bara alltaf áhyggjulítið þetta ekki? Jú, það er fínt bara. Ég hef mitt núna fyrsta skipti sem að ég veit ekki 100% hvað ég er að fara að gera. Ég er búin að sækja en ég er ekki búin að fá svar eða neitt svoleiðis. Þannig að ég ætla bara að nýta það að ég sé bara einu og ábara mig sjálfa og get gert það sem ég vil. Þannig að það verður bara spennandi. Bara flott nesti. En þegar þið eru ekki í skóla, hver er ykkar svona áhugamál og hvað gerir þið? Ég var alltaf mikið á skíðum. Ég keppti mikið þar og svo er búin að vera að vinna núna hjá skíðasambandinu í 50% vinnu. Þannig að maður svona reynir að fara á skíði þegar maður getur og svo er ég í hnefaleikum líka. Keppi í því og reyni að sinna því eins og ég get. En þú? Ég bara er að vinna og er í crossfit og bara hreyfa sig og hafa gaman. Ég var alltaf á skautum í mörg ár og var að þjálfa þar og þannig að maður heldur sér í einhverju. Og hvað er mikilvægt fyrir ykkur að hafa þetta svona til hliðar? Það er mjög mikilvægt. Að halda geðheilsunni, sko. Mjög mikilvægt. Ég er líka bara þannig, ég funkar bara betur ef ég hef mikið að gera og ef það er mikið plani hjá mér þá frekar skipuleggi mig og fer eftir því plani. Ef ég hef lítið að gera þá er ég frekar að láta það bara bíða og þá til síðustu stundu, sko. Hvað er algengt að nemendur sé að vinna með skóla? Mér finnst það alveg algengt, sko. Já, allavega, ég held að meiri hlutin af þeim sem ég veit er að vinna með skólanum eitthvað, sko. Það er misjafnt, sko, en það er, alveg frekar algengt. Og er alveg auðvelt fyrir ykkur að fá vinnu? Já, ég held að það geti mjög auðvelt að fá svona helgavinnu með skóla og þannig. Bara ef þú ert tilbúin að vinna, þá er það bara þannig, sko. Það getur bara valið um? Já, líka við. Það ert ekkert of kröfuharður á hvað þú vilt, sko. Já, þá er alveg. Þú ert tilbúin að vera að þjóna eða eitthvað helgar með skólanum eða eitthvað svona, sko. Er það ekki bara sniðugt, sko? Algjörlega, ég veist það. En ef við horfum nú til framtíðar, hvað og svona förum fram kannski 5 eða 10 ár, hvað haldið að þið verið stödd? Uppáhaldsspurning allra, held ég okkur aldrei. Alveg með þetta á hreinu. Er það ekki bara þetta svona klassíska? Búið með námið og fjölskyldu og góða vinnu og svona. Bara að hafa gaman af. Góð laun og geta svona. Ég væri til að hafa baðkar líka heima. Já, saman. Baðkar. Já, mér finnst það mjög mikilvægt. Ég myndi að fara í bað á föstudegi eftir langa vinnuviku. Þannig að íbúðakaupin fara eftir því. Já. Og það er semst ekkert baðkar heima hjá okkur? Jú, þess vegna langar mér í bað. Já. Í framtíðinni, sko. Bara hafa það. Þitt eigið. Já, mitt eigið, sko. Ekki mamma og pappa. Og það verður aldrei ára. Hvernig eru þið inn á heimili, svona fullorðið fólk? Látið þið þvo fötin ykkar og setja út og smekka, eða hvernig? Þetta er bara ég og mamma og pappi heima, við erum bara 3, þannig að það er bara voða. Það er bara góð skipting á þessu heima hjá okkur, sko. Og þannig að þið eruð virki í heimilishaldi? Já, svona reynið allavega. Við erum með. Svo nú, mamma og pappi svo oft í burtu að þá er maður ofta að reka heimili bara sjálfur. Já. Nú er stundum sagt að sé heimalið barn og nú eru þið búin að vera hérna heima og svona og þú ætlar út og þú ert að vonast þess að komast til Danmerkur. En hvar sjáu þið ykkur í framtíðinni? Ætlið að vera, eða viljið þið vera á Akureyri eða viljið þið lifa lífin einhvers staðar annar staðar? Ég veit það ekki alveg. Nei, ég held að fari svolítið eftir hvað maður fær bara, ég er alveg tilbúin að fara eitthvað annað. Já, einmitt. En ég er samt ég er mjög heimakær og ég elska Akureyri og fjölskylda mín er hér og allt svoleiðis. Þannig að ég myndi ekkert hafa móti að vera hér, en ég myndi samt heldur ekkert hafa móti að vera einhvers staðar annar staðar, sérstaklega bara færa eftir vinnu og allt svoleiðis sem að bara tækifærum sem að fær. Og þannig að þið geti alveg hugsað ykkur að setja stað í útlöndum til dæmis? Já, það geti alveg. Það er möguleiki. En ég held að maður endi samt kannski alltaf heima. Líklegast. Ég get alveg trú á því. Það er oft sagt að svona fólk sem býr á lítilli eyju, það vilji gjarnan fara út, þannig að koma alltaf heima aftur. Já, nákvæmlega.
Þannig að þið haldið að það muni eiga við ykkur. Það geti alveg verið, ég get sko. alveg trúið því. Maður farið út í nám og endist kannski út til eitthvað lengur og Já, fá eitthvað svona. koma kannski heim einhvern veginn eftir það. En hvaða land væri draumalandið? Myndið þú vilja setjast það í Danmörku og þú í Bandaríkjunum eða? Já, Ég var alveg til að bara Bandaríkin líka og Já. bara, já, eins og ég segi, bara opinn fyrir öllu. Ekkert endilega eitt draumaland. nei, En ekkert svona fastur, sko. Hversna valdir þú Danmörku? Þú ert búin að sækja þar Það var eiginlega bara skólatengt í rauninni. Bara, það voru bara námið í skólanum í Danmörku. Það bara hentaði mjög vel. Það var bara eiginlega eini skólinn sem kom til greina þarna í Aarhus sem ég sótti og svo HÍ sem að ég sótti Þannig að það réðast eiginlega meira að því heldur en landinu. Já. Kanntu dönsku? Nei, ekki alveg. Námið er reyndar á dönsku og ég sagðist kunna dönsku en Lærið ekkert í framhaldsskóla? ég kann svona eitt og eitt orð. Góð að búa til setningar. Já. En svona að lokum, eigið þið til gott ráð handa nemendum sem að fara núna að hefja háskólanám í haust? Í haust, Já, Almar. bara að vera opinn fyrir öllu. Njóta þessu, prófa nýtt og taka þátt í öllu og Náttúrulega að vera tilbúin að þetta sé smá, þetta er full vinna sko að vera í algjörlega. háskólanámi en leggja eitthvað á sig. að Það er ekki fær nóg að læra gríðarlega gamalt mikið próf. út úr því þegar það er búið og mér finnst mjög mikilvægt að reyna að mæta á sem mest af félagslífinu sem það getur. Það munar svo miklu að geta þekkt nemendur sem eru kannski ára á undan eða 2 árum eða einhverjum úr öðrum deildum og svona. Og ég mæli alveg sterklega með að taka þátt í einhverjum svona nefndum eða einhverju kynningarstarfi eða eitthvað svoleiðis. Þetta er bara, þetta opnar líka svo mikið fyrir þér, þetta er bara tengslanetið sem að fólki sem kynnist kringu þig, þetta er bara, þetta er mjög gott. Ég þakka ykkur fyrir spjallið og ég þakka ykkur fyrir að hlusta.